Komið í sæl. Ég býð ykkur velkomin á kynningu á uppgjöri Ísfélags fyrir fjórða ársfjórðung ársins 2025 sem jafnframt kynning á ársreikningi félagsins. Ég vil benda ykkur á að hægt að senda fyrirspurnir á fjárfestatengsl@isfélag.is. Ef við byrjum á að fara yfir það helsta úr starfseminni á síðasta ári, ég byrja á því að nefna að þetta í uppgjöri í bandaríkjadollurum sem starfsrækslumynt félagsins og það endurskoðað KPMG sem endurskoðunarfélag Ísfélagsins. Rekstrartekjur ársins 2025 voru $214 milljónir sem eru 43 milljónum hærri tekjur en árið áður. Hagnaður ársins var 21,5 milljónir samanborið við 16,1 milljónir í hagnaði árið 2024. Betri afkoma milli ára skýrist fyrst og fremst á háu verði fyrir afurðir félagsins og á góðri makrílverti síðastliðið sumar. Félagið fjárfesti mikið á árinu, keypt var uppsjávarskip frá Skotlandi, heima EFAFE, sem leysti á hólmi eldra skip með sama nafni. Lokið var við stækkun á mjölverksmiðju félagsins í Eyjum, ný frystigeymsla á Þórshöfn var tekin í notkun í júlí í sumar og öflugur lausfrystir var settur upp í frystihúsi félagsins í Eyjum í haust. Félagið var endurfjármagnað með heildarlánasamningi að fjárhæð 220 milljónir evra við Hóp banka í upphafi ársins. Lánið til 5 ára og var notað til þess að endurfjármagna öll vaxtaberandi lán og til fjárfestinga en einnig til að styrkja lausafjárstöðu félagsins. Ísfélagið fjármagnaði síðastliðið sumar hlutafjáraukningu Austur Holding í laxeldisfyrirtækinu Kaldvík að fjárhæð 341 milljónir norskar króna. Bolfisk og rækjuafli var 21.700 tonn á síðasta ári og uppsjávarafli skipa félagsins var 61.000 tonn. Framleiddar bolfisk og rækjuafurðir voru 11.300 tonn, frystar uppsjávarafurðir voru 24.800 tonn og mjöl og lýsi 15.200 tonn. Meðalfjöldi ársverka var 309 en það fækkun 47 ársverk frá árinu 2024. Arðsemi eiginfjár var 9,6% á fjórða ársfjórðungi og 3,9% á árinu öllu. Og ef við lítum á lykiltölur fjórða ársfjórðungs 2025, þá voru rekstrartekjur $63,2 milljónir, hagnaður tímabilsins 13,3 milljónir, EBITDA framlegð var 27,8 milljónir og framlegðar hlutfalli 44%. Arðsemi eigin fjár var eins og áður sagði 9,6% á fjórða ársfjórðungi. Við lítum því næst á lykiltölur ársins 2025. Það voru rekstrartekjur $213,7 milljónir, hagnaður var 21,5 milljónir, EBITDA framlegð var 78,6 milljónir og framlegðar hlutfalli 36,8%. Heildareignir síðustu áramót voru $865,8 milljónir og eiginfjár hlutfalli 65,5%. Nettó vaxtaberandi skuldir í árslok voru 153,4 milljónir og arðsemi eiginfjár var 3,9%. Förum síðan yfir í fjárhaginn og skoðum rekstrarreikningin annars vegar fyrir fjórða ársfjórðung og svo alls ársins. Það voru rekstrartekjur 63,2 milljónir á fjórða ársfjórðungi og 213,7 alls á árinu. Kostnaðarverð seldra vara var 37,3 milljónir á fjórða ársfjórðungi og þar af voru afskriftir $4,5 milljónir. Kostnaðarverð seldra vara var 147,7 milljónir á árinu og þar af voru afskriftir alls 17,3 milljónir. Rekstrarhagnaður var 23,3 milljónir á fjórða ársfjórðungi og alls 61,4 milljónir á árinu öllu. Fjármagnsgjöld voru $2,9 milljónir á fjórða ársfjórðungi og samtals 26,7 milljónir á árinu. Nettó áhrif dóttur- og hlutdeildarfélaga voru neikvæð $3 milljónir á fjórða ársfjórðungi og neikvæð 5,3 milljónir á árinu öllu. Hagnaður eftir tekjuskatt
var 13,3 milljónir á fjórða ársfjórðungi og alls 21,5 milljónir á árinu. EBITDA-framlegin var 27,8 milljónir dollara eða 44% á fjórða ársfjórðungi og alls 78,6 milljónir dollara á árinu og framlega hlutfallið á árinu því 36,8%. Ef við vindum okkur síðan í starfsþáttayfirlitið, þá voru rekstrartekjur útgerðar 127,1 milljónir dollara, rekstrarhagnaður 31,5 og EBITDA-framlegin 41,1. Tekjur landvinnslu voru 133,7 milljónir dollara, rekstrarhagnaður var 29,9 milljónir og EBITDA-framlegð 37,5. Við lítum síðan á fjármunatekjurnar og fjármagnsgjöldin. Það voru nettó vaxtagjöld 5,4 milljónir, gangvirðisbreytingar af eignum í félögum og afleiðusamningi voru neikvæðar 7,8 milljónir. Hreinn gengismunur var neikvæður 13,6 milljónir dollara. Gengistap af vaxtaberandi lánum félagsins var 22,2 milljónir dollara og gengishagnaður af öðrum liðum 8,6 milljónir. Þar af var gengishagnaður af handbæru fé 5,6 milljónir dollara. Ef við lítum síðan á efnahaginn í árslok, byrjum á eignunum, þá eru fastafjármunir 712,7 milljónir í árslok, rekstrarfjármunir hækka 27 milljónir vegna mikilla fjárfestinga á tímabilinu, eignarhlutar í dótturfélögum, hlutdeildarfélögum og félögum í samrekstri hækka 8,1 milljón dollara. Veltufjármunir eru 153,2 milljónir, þar af eru skammtímalánað upp að 34 milljónir til Austurholding sem tengdur aðili og eigandi 56,75% hlutafjár í Laxeldisfélaginu Kaldvík í árslok 2025. Ísfélagi á 29,3% hlut í Austurholding. Eignir samtals eru 865,8 milljónir. Og ef við skoðum síðan eigið fé og skuldir í árslok, þá er eigið fé í lok ársins 567 milljónir og hækkað 16,3 milljónir á árinu. Langtímaskuldir og skuldbindingar eru 258 milljónir og hafa hækkað 69,4 milljónir frá áramótum. Skammtímaskuldir eru 40,8 milljónir og hafa hækkað 2,1 milljón á árinu. Skuldir í árslok eru alls 298,8 milljónir og hafa hækkað 71,5 milljón dollara frá áramótum. Miklar fjárfestingar á tímabilinu sem voru að stórum hluta fjármagnaðar með lántöku skýra mestu hærri skuldastöðu félagsins. Eigið fé og skuldir eru samtals 865,8 milljónir og eigin fjár hlutfalli er 65,5%. Og ef við lítum síðan á sjóðstreymið, þá kemur þar fram að handbært fé frá rekstri var 46,1 milljón á árinu. Fjárfestingar hreyfingar voru neikvæðar 75,5 milljónir. Fjármögnunarhreyfingar voru jákvæðar 23,9 milljónir. Hækkun á handbæru fé að teknu tilliti til gengisbreytinga var 0,1 milljón. Handbært fé í árslok var 36,2 milljónir. Við förum svo yfir í útgerðina og vinnsluna, helstu tölur þar. Þá var bolfisk og rækjuaflinn tæp 5.800 tonn á fjórða ársfjórðungi síðasta árs og alls 21.700 tonn. Samanborið við 23.800 tonn árið 2024. Uppsjávaraflinn var tæp 19.000 tonn á fjórða ársfjórðungi og alls 61.000 tonn árið 2025, samanborið við tæp 54.800 tonn árið áður. Heildaraflinn á árinu var alls tæp 82.700 tonn, samanborið við rúmlega 78.500 tonn árið áður. Og ef við lítum svo á vinnsluna, þá kemur þarna fram að
Framleiddar bolfisk og rækjuafurðir á fjórða ársfjórðungi voru tæp 2300 tonn og rúmlega 11.300 á árinu 2025, samanborið við 15.100 tonn árið áður. Framleiðsla frosinna uppsjávarafurða á fjórða ársfjórðungi var 7.900 tonn og tæplega 24.800 tonn á árinu, samanborið við 17.500 tonn árið áður. Framleitt mjöl og lýsi var 4.500 tonn á fjórða ársfjórðungi og alls 15.200 tonn á árinu, samanborið við 14.400 tonn árið 2024. Samtals voru framleiddar afurðir 51.300 tonn á síðasta ári, samanborið við 47.000 tonn árið 2024. Við skoðum síðan glæruna hvert afurðirnar að fara. Þá má sjá að þessari glæru að Vestur-Evrópa er stærsti markaður félagsins, en þangað fara 56% af afurðum félagsins í verðmætum talið. Þarna er að ræða allar rækjuafurðir, allt mjöl og lýsi og megnið af bolfiskafurðum félagsins. Austur-Evrópa er með 38% af verðmætum, en þangað fara aðalega frosnar uppsjávarafurðir félagsins. Norður-Ameríka tekur einungis við 3% af verðmætunum og til Asíu fóru á síðasta ári 3% af verðmætunum, sem skýrist af því að loðnuvertíðin var mjög smá í sniðum á síðasta ári. Þá er komið að glæru kolefnisspor félagsins og glæran sýnir þarna umfang 1 í kolefnisspori félagsins, en það er 98% af heildar kolefnissporinu. Þetta er svipað á milli ára eða 44.700 tonn af koltvísýringsígildum. Kolefnisspor bolfiskskipa og mjölverksmiðja hefur farið lækkandi frá árinu 2023, en hækkun hjá uppsjávarskipunum á síðasta ári var vegna góðrar makrílvertíðar. Fiskimjölsverksmiðjan í Vestmannaeyjum mun nota raforku þegar að líður á árið, að því gefnu að orkan verði fyrir hendi á eðlilegu verði. Áætlanir eru að styrkja dreifikerfi raforku á Norðausturlandi og þá verður unnt að skipta yfir í raforku í mjölverksmiðjunni á Þórshöfn. Við þessar breytingar mun kolefnisspor félagsins lækka mikið. Ef við lítum síðan á skatta og gjöld, þá er heildarskattspor félagsins á árinu 6.407 milljónir og þetta er í íslenskum krónum þessi glæra. Veiðigjaldið hækkar mikið á milli ára og mun að öllu öðru óbreyttu hækka enn frekar á yfirstandandi ári. Kolefnisgjald hækkar einnig mikið á milli ára og ég vil taka fram að bæði þessi gjöld, það er veiðigjaldið og kolefnisgjaldið, þau veikja auðvitað samkeppnisstöðu íslensks sjávarútvegs, en það er gjaldtakan og upphæðin einsdæmi í heiminum. Nú ef við lítum síðan á stöðu og horfur, þá er óhætt að segja það að við erum að koma hérna úr loðnuvertíð sem gekk ljómandi vel. Markaðir eru almennt góðir fyrir afurðir félagsins. Við sjáum fram á kvótaaukningu í norsk-íslensku síldinni í haust eftir mikið niðurskurð undanfarin ár. Makrílkvótinn dregst hins vegar mikið saman, sem er annars vegar vegna ofveiði undanfarin ára og hins vegar vegna þess að íslensk stjórnvöld gerðu afar slæman samning við önnur strandríki veiðar okkar á stofninum. Það er brýn nauðsyn til þess að strandríkin semji veiðar á deilistofnunum, en það er miklir hagsmunir Íslands að þeir séu nýttir með sjálfbærum hætti. Stjórnvöld verða hins vegar að tryggja betur okkar hagsmuni en gert var í nýgerðum samningi makrílinn. Þetta á meðal annars við tvíhliða samning við Færeyinga sem rennur út í lok sumar og einnig Barentssamninginn svokallaða. Fyrir atvinnulífið er það mikilvægt að það ríki friður á vinnumarkaði og í því sambandi er forgangsatriði að stjórnvöld nái tökum á efnahagslífinu. Það hefur ekki verið sýnt fram á að hagnaður og arðsemi í sjávarútvegi sé betri en í öðrum atvinnugreinum. Fullyrðingar stjórnvalda slíkt eru beinlínis rangar
og því eru forsendur ofur skattlagningarinnar á sjávarútvegsfyrirtækin ekki fyrir hendi. Háir skattar minnka samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs sem á endanum leiðir til lægra skattspors. Sjávarútvegurinn, stjórnvöld og Alþingi þurfa að nota tímann vel núna þegar vel árar í greininni og ræða hvernig megi tryggja samkeppnisstöðu greinarinnar til lengri tíma öllum til hagsbóta. Ég vil að lokum benda ykkur á að hægt að senda fyrirspurnir á fjárfestatengsl@isvela.is og þakka ykkur fyrir áhorfið.